Eiríkur Jónsson, einlægur, ákveðinn og opinskár. Komið sæl. Í kvöld eru það stóru málin, kannski stærsta málið vegna þess að gestur okkar hér í kvöld heldur við fram að með friðunaraðgerðum sínum á fiskistofnum hafi stjórnvöld og Hafrannsóknastofnun þá kannski aðalega að þessir aðilar sé að stefna þjóðinni í gjaldþrot, hvorki meira en minna. Gestur okkar segir að við að senda öll skip sem getum komist yfir út á sjó og láta þá veiða allan þann fisk sem að hægt er að ná í. Þá fyrst fari hlutirnir að gerast og fiskistofnarnir að stækka aftur. Þetta virðist nú að vera þversögn í þessu eins og maðurinn sé brjálaður, en hann er það ekki, Jón Kristjánsson fiskifræðingur. Ég sagði hérna áðan að maður mætti halda kannski að þú værir brjálaður en að láta sér detta þetta í hug að senda allan flotan bara út og láta veiða allt sem hægt er að veiða. Hvaða rök eru fyrir þessu? Svona gerðum við þetta, ef við lítum yfir söguna, þá gerðum við þetta alveg frá því að togaröld hófst hérna. Þá veitum við alveg nóg. Við veitum í 70 ár með hjálp útlendingana inn í Kálgarða næstum því og það var smármörsku í trolli og það var þannig að þorskafli var frá 350 til 500.000 tonn á ári og klikkaði aldrei. Núna erum við komin nýr í aflatölu sem að þú voru að fara aftur til 1920 cirka til að finna 220.000? Já, einhvers og leiðis. Og það þýðir það við erum búin að tapa öllum þeim afla sem útlendingarnir tóku hér. Já, en að fara og veiða meira og meira, hvernig getur það skilað sér í auknum fiski? Fiskur sem að fer, hann kemur ekki aftur þetta? Jú, sko það er þannig með fiska, ef þú drepur einna þá er pláss fyrir tvo aðra, líklega. Og þú átti þess ekki pláss í sjónum fyrir alla? Já, sko, friðun sem að hefur verið hér í 20 ár. Friðun á fiski hlýtur að byggja á því að fiskstofn sé sannanlega ofveitur. Einkenni ofveið eru þau að fiskur er kannski smár. Fyrst og fremst er mikill vöxtur í honum vegna þess að fæðuframbóðið meira heldur en að fiskur ræður við að nota sér, þá færðu mikinn vöxt. Ef þú friðar og sér það að vöxtur minnkar og fiskur sveltur, þá er ekki hægt að friða vegna þess að það verið að bítast beinin og náttúran tekur í taumana og fiskurinn fer að falla úr hór. Er það sem er að gerast núna? Ég held það. Það er til dæmis, var ég að fá skýrslu togararallið fyrra og það kemur í ljós að fyrir Norðurlandi þá er 3, 4, 5 og 6 ára þorskur. Hann hefur ekki mælst léttari síðan að þessar athuganir hófust og það er svolítið skrítið að vera að friða og jafnvel búast við sterkum árgangi þegar fiskurinn er í svelti. En hvernig stendur nú á því ef að málið er svona einfalt? Það er tekist á þetta það ekki. Ef að málið er svona einfalt, hvers vegna er Hafrannsóknastofnun þá að þessu að halda áfram á frið og friða ef að þetta er svona einfalt? Ég veit það ekki. Þeir trúa þér ekki? Nei, þeir hlust ekki á það og þeir segja að þetta byggist á misskilningi og ýmsu svoleiðis. En þú ert fiskifræðingur? Já. Og byggir þetta ekki á einhverju bara hugdettu? Þetta byggir á faginu, hérna háskólanámi, 25 ára reynslu í fiskveiðum og fiskirannsóknum og því sem við höfum séð aðallega í vötnum. En hversna hlusta þeir ekki á þig? Já, þeir segja það sé ekki saman með vötnin eins og sjóum. Já, þú ert aðalega með vatnafiski? Aðalega, en ef við förum að lesa fagbækurnar þá er þar jöfnum höndum fjallað lax og silung og aðra vatnafiska og sjávarfiska. Þannig að það gildir það saman? Já, sjálfsögðu. Og það er oft það að framfarirnar í þekkingu verða meiri í vötnunum vegna þess að það er heppilegra umhverfi að skoða, það er minna og fiskur hverfur þá getum við vita það hvort það var veiddur eða var ekki veiddur. Og við sjáum það til dæmis að það er þó ekki sé veitt í vötnum þá er gríðarleg dánatala, mikil afföll á hverju einasta ári og ef við förum að grípa inn í þá sjáum við það að því meira sem við veiðum því meira kemur á land og fiskur hann ávastar sig betur ef þú selur hann heldur en að geyma hann í sjónum því að það er gríðarleg barátta það að éta hverju kappa annan eða vera étin. En þeir friða eru búin að vera að friða í 20 ár með þessum árangri. Væri það svona, ef við hugsum eins og vísindamenn, þætti það ekki full reynd? Að það þýddi ekki? Já, hvað finnst þér? 20 ár og full reynd. Og við erum komin í láma. Alltaf? Já, aflasóknarreiningu hefur minnkað á þessu ári. Hann átti jú að vaxa, ekki satt. Þegar var dregið úr, þá átti afli per skip að aukast. Þetta átti að vera smiklu auðveldra að ná í fiskinn. Það liggur, það stefnir í það að það verði ennþá skorið niður næsta ár. Mér sýnst það minnst ákvæmst. Þannig að þú vilt að allur flotinn fara bara út og hver veiði eins og hann getur? Já, við skulum nú, sko, það er nú búið að berja hérna ofviður eins og fast inn í fólki hérna í landinu að menn eru farin að trúa því að við getum veitt síðasta fiskinn. Getum ekki veitt síðasta fiskinn? Nei, við getum ekki veitt síðasta fiskinn. Hvernig getur þú sagt hefur sýnt okkur það? Ef þú ferð á þau svæði þar sem fiskveiðar eru stundar, að þá
þá alltaf veiði, það er stundum mikið og stundum lítið, fiskur drepinn, smár og stór. Ef við lítum til dæmis á Alaskóðsvað, sjáðu hann veiddur, það sá fiskur sem mest veitt af í heiminum. Hann veitir 8 milljónir tonna af honum, stundum 6, stundum 8. Hann aðalega veiddur 3 ára og 4 ára. Meðalþyngdin 350 grömm. Það dytti engum í huga að fara að geyma þennan fisk til þess að fá hann stærri. Það veitt og veitt, stundum mikið, stundum lítið. En þessi fiskur að koma okkur út af mörkuðan. Þú ert að segja okkur hérna, Jón Kristjánsson, að það sé ekki hægt að útrýma fiskistofni. Nei. Með veiði og aftur veiði. Nei, sko, menn eru búin að fá... Af hverju vita menn þetta þá ekki? Það skrítið. Það skrítið, sjómenninni vita held ég. Sjómenninni tala svona eins og þú? Já, vegna þess að menn eru farin að fá oft trú á tækninni. Þeir halda að flotinn sé svo öflugur að hann geti bara sótt þann fisk sem það þarf þegar það þarf. Við náðum ekki síldakvótanum núna, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Við náðum ekki loðnukvótanum í fyrra. Við náðum ekki loðnukvótanum núna, það var í fréttum núna áðan. Og fiskskipin eru, eins og hefur komið fram í fréttum, þau eru að fá þetta 24 tonn í hali, þessi floti ósegrandi. Hann veiðir ekki, vegna þess, meðal annars, hann með svo stórmörskatról að megniða smáfiskinu fer í gegn. Minka mörskvaðana, fjölga skipunum og þá lagast þetta kannski? Já, það verður náttúrulega að hafa reglur þannig að menn sé ekki að tróða við hvern annan, en þú sér það núna að stefnan þannig að það búið að loka 60 sinnum á smáfisk og aðal lokunarkrafturinn hefur beist á línubáta. Þeir fá ekki nema smáfisk sem hægvaxta og kynþroska og gamall og við verðum að gera svolítið veiða þetta. Það þýðir ekki að bíða, það sagði einn ágætis forsætisráðherra hérna einu sinni, það þýðir ekki að friða fiskinn en drepa fólkið. Já, það er betra að drepa fiskinn og fæða fólkið. En Jón Kristjánsson, ef að Hafrannsóknastofnun er búin að vera að reyna þetta í 20 ára og þú ert búin að benda þeim ofta á þetta, hvernig vilja þeir ekki prófa þetta? Sko, þetta nú ekki bara hérna svona. Láta bara veiða. Þetta ekki svona hér. Þetta mafía sem tegir svo út allan heim? Við erum með alþjóða Hafrannsóknaráðið sem að stjórnar fiskveiðum allt. Það er búið að loka á Nýfundalandi. Það eru hafa verið mjög miklar takmarkanir í Noregi. Rækjuveiðar í Noregi nánast stoppa því það koma seiði með rækjunni. Og þetta tegir sig allan heim og það eina stefna, það að friða og geyma fisk til þess að veiða einhvern tíma seinna. En ekki þetta vitleysingar? Nei, ég segi ekki sagt það. Nei. En menn verða nú að læra reynslunni, ekki sagt. Ef að reynslan sýnir það, þú friðar og lokar og afli minnkar alltaf. Og það kemur fram í mælingu sem aukin sókn vegna þess að náttúrulegum afföllum þeim haldið stöðugum. Alveg sama hvað dynur á náttúrunni, sem sagt góð skilyrði, slæm skilyrði, mikið að mat, lítið að mat, ekki sagt. Fiskur hlýtur náttúrulega að deyja mismunandi hratt eftir hvernig skilyrðin eru. Við sáum þá á Grænlandinni í kringum 1970, þá hvarf þorskurinn á 2 árum og hann var alls ekki vittur, hann bara hvarf. Og það svona, okkur heldur að sé til máltæki sem heitir betra er einn fugl í hendi heldur en 2 í skógi. Þetta vissu gömlu mennir. En þeir vita það ekki núna, þeir sem að stjórna þessu. Nei. Hvernig til dæmis, nú mæla þessi sömu menn því bót að við förum að veiða hvali aftur, en það sannarlega ekki til mikið að þeim? Nei. Þú ætlar ekki að segja okkur líka við mig bara að veiða hvali eins og við viljum? Það svolítið einkennilegt að við erum búin að friða hvali í nokkur ár. Stofnum var talin ofveitur og útrýmingar hættu, ég veit ekki hvað og hvað. Núna segja þessi menn, það allt í lagi að veiða hvali. Þú getur talið hvali í sumartegundir í nokkurum þúsundum, hvalastofni yfirleitt í einhverjum tugum þúsunda, með mjög litla viðkomu, fæða lifandunga og eru spendýr. Það allt í lagi að veiða þá, segja menn. Okkur ekki að byggja upp þann stofn til að veiða meira seinna, en menn eru alveg lifandi hræddir það að sé hægt að eyða fiskstofni sem þú telur í 100 miljóna fiska. Það er ekki hægt. Þús allar hinna tegundirnar. Það er ekki hægt. Nei, og viðkoman alveg gífurleg, stjarnfræðilega viðkomamöguleikar hjá fiski. Svo framalega sem að þessu ungviði sem að kemur í heiminn sé búinn, þau skilir, það sé fæða og pláss fyrir þau. Já. Hvað er viðkoman á mannamáli svo við skiljum þetta nú miðað við menn til dæmis? Já, loðnustofnin 400.000 tonni og tekur öll hrognin úr þeim stofni sem þarf að skilja eftir, þannig að tala sem er gripin út úr lausu lofti reyndar og raðar þeim upp í perlufesti. Þá náðu þau utanum þessu hrogn, þau náðu utanum jörðina, ekki bara einu sinni, heldur 7.000 sinnum. 7.000 sinnum? Já, það er þess að teppi utanum jörðina sem er 1 millimetri á þykkt, 7 metrar á breidd. Ertu búin að segja þeim þetta? Já, ég skrifaði þetta í sjómannablaðinu Víkingi einu sinni og jú, með nifta öxlum. En ég meina, eigum við að bæta við þetta til dæmis, hafa við trefilin 14 metra, prófa hvort að það gangi betur. Jón Kristjánsson, hvernig er að vera fiskifræðingur og standa svona einn með þessar hugmyndir? Af því þú ert líklega eini maðurinn í heiminum sem heldur þessu? Nei, ég er alls ekki eini maður í heiminum, allir þeir sem að þeir eru minni hluta?
Já, en allir þeir sem vinna hér við lax og silung á Íslandi, þeir eru sama sinnis og víðar. Það má kollega mínir í Noregi eru sama sinnis, en menn eru kannski ekki að hrópa vegna þess að þegar menn eru að benda á þessa hluti, þá fáið bátt fyrir. Það er kannski mest að... Þú hefur fengið bátt fyrir? Já, skelfing. Það er allt í lagi. Nei, ég meina, þú veist umtal og hans og hálf, svona, þú veist. Já, klikkandi þetta. Já, en hérna, við sjáum það að það þýðir ekki þetta lætur mann ekkert í friði sem fagmann þegar maður sér það að við sjáum úr gögnunum sem við verðum að safna hérna nákvæmlega sömu hlutin og við erum að berjast við í vötnunum, þar að segja að reyna að hamla á móti fjölgun fiskjar, veiða til þess að hafa tekjur á því. Já, veiða og veiða aftur. Ert þú tilbúin til þess að bera þá ábyrgð eða myndur hún fara þínum ráðum að fara að veiða að þorskstofninn til dæmis honum yrði ekki útrýmt? Það er ekki hægt, en hver ber ábyrgð í þessu þjóðfélagi? Myndir þú treysta þetta að gera það? Að gera það? Já. Ég er að segja það hér. En ábyrgðin liggur kannski hjá stjórnmálamönnum, ekki satt, sem að hafa látið hjáleiða að kanna allar hliðar á þessu máli. Það voru þægilegt fyrir ráðherra. Þeir trúa allir sem að hafa Já, það voru þægilegt fyrir ráðherrasjóðu að segja það, já, mínir ráðgjafa segja mér þetta, það er best að fara eftir þeim. Og það er orðið þannig þetta þjóðfélag að ef þeir mótmæla, eins og þeir gerðu til dæmis Lúðvík og Matthías, þá var allt vitlaust vegna þess að þessi til hlustu ekki á vísindamennina. Núna í dag er þægilegast fyrir ráðherrann að segja, ég fer bara eftir því sem mér er sagt. Ég þarf ekki að hugsa. Ég bara heldur þess áfram. Og meðan verður friðað. Já, við seljum ekki fisk sem við veiðum ekki, það er alveg klárt. Segir Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, maðurinn sem vill láta veiða meira og helst eins mikið eins og við getum og bæta við skipum og minnka mörskvana. Þetta er ekkert tíma þótt landráð, en hann er alveg tilbúin til að skrifa undir þá og taka ábyrgð á því að það er ekki hægt að útrýma fiskistofnum. Þetta voru fréttir fyrir mig. Við hérna aftur annað kvöld verið sæl.